Þá komið að aprílleysi fyrir sportdreka. Þetta er opinn lestur á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Við dendum okkur beint í lesturinn og byrjum að því að athuga hvaða sportdreka ég er að tala við. Fáum atburði, uppákomur, áskoranir og ögranir. Og svo leiðsögn fyrir sportdreka. Og svo líklegustu framtíð. Ok. Jú, afsakið. Eitthvað gíl. Svona, kæri sportdreki, þú hefur verið í einhverjum fasa þar sem það er að segja síðustu misseri. Þá ertu búin að vera í frekar svona góðan gír, fallegum fasa. Ég sé mikið fallegar fjölskyldustundir, mikla alúð og svona gæðastundir með þeim sem eru þér hver næstir. Óbærslega fallega tímar og þú hefur svo sannarlega haft gott af því og það sem ég er að segja núna er að það er svona einhver lærdómur að smella heim og saman hjá þér bara hvað skiptir máli, hvað skiptir þig máli, hvernig þú vilt hafa lífið svona almennt og svona helstu áherslur, hvernig þú vilt að líf þitt sé litað. Já, það eru svona einhver uppljómanir búnar að vera hjá mörgum ykkar. Og þú sérstaklega bara svona varðandi hvað þið viljið út úr lífinu, hvað skiptir ykkur máli. Og fyrir einhver ykkar þá er þetta ekki endilega fjölskyldustundir, heldur meira bara svona gæðastundir með þeim sem skiptir ykkur máli og eða jafnvel ein í gæðastundunum ykkar. Bara ég er að sjá mikla svona værð og kyrrð og líka ákveðna hvíld. Það er það sem að mér finnst vera áberandi hér. Og ég í dag þá þetta að finna. Þetta er það sem skiptir mér máli, þetta er það sem ég vil. Og hérna framundan þá er svona verið að svona aðeins að ýta við þér að fara örlítið út fyrir þægindaramæðin, öðra sjálfu þér aðeins að sækja fram eftir því sem að þið langar í, svona benda þér svolítið á það að svona pínu go for it, en jafnframt verið að segja þér að þér er óhætt að sækja fram það sem þið dreymir að þér er óhætt að ganga eftir draumunum þínum, fara út fyrir boxið, skoða hvað það er skoða möguleikana í kringu þig. Það er svona verið að ýta aðeins á það að núna er góð tími fyrir þig að sækja draumuna þína heim. Og þú ert með góðan stuðning með þér, það er svona ákveðin meðbyr með þér, þú ert búin að vera í mjög heilandi fasa og það er smá meðbyr með þér núna sem er að segja ok, go for it. Leiðsögnin til þín er að bara ekki þykjast, ekki fara nær þykjustuleik, vertu bara heiðarlegt og hreinskilið, þú ræður alltaf með hverjum þú deilir þínum einkamálum en þetta er þess að eiga engin leyndarmál, það fer þér ekki vel. Hafðu sannleikann alltaf í fyrirrúmi, sannleika og heiðarleika, bæði þú gagnvart öðrum, þú gagnvart sjálfu þér og aðrir gagnvart þér. Heiðarleikinn verður að vera þarna á toppnum í öllum atvikum og tjáðu hvernig þér líður innan brjósts.
eins og ég segi, þú ræður náttúrulega með hvernig þú deilir þínum einkamálum, en það væri rosa gott ef þú myndir orða þessar hugmyndir, þessar drauma, það sem þið langar til að gera við eitthvað sem þú treystir, og eins líka ef að tilfinninga þína gagnvart ákveðnu manneskju eru þannig að þið langi til að verja meiri tíma með þeim, kynnast þeim betur, kanna möguleika í ykkar vináttu eða sambandi, að það byrjar með því að tala um það. Þannig að gerðu þess best í að vera hreinskilið, heiðarlegt og einlægt í tjáningu. Og það sem framundan, það áframhaldandi vöxtur, það áframhaldandi styrkur, þú ert að styrkjast, og líka sérstaklega í þessu sko með auknum heiðarleika og hreinskilni í lífinu, að því fylgir auki jafnvægi fyrir þig. Því sportdrekarnir þið þurfið að hafa svolítið allt upp á yfirborðinu, og það er eiginlega bara bannað að ljúga að ykkur eða fara bak við ykkur eða óheiðalegt gagnvart ykkur, af því að það snýr ykkur alveg á hvolf. Þannig að settu þær kröfur á fólkið í kringu þig að það verði að vera heiðalegt, og á sama móti þá eru það sömu kröfur og setur sjálfur. En það verður auki jafnvægi, og þú mætt uppskera það sem þú sáir, þannig að það sem þú vökvar það vex. Þannig að allt sem þú ert að gera núna í þínum heilunarfasa, í hvíldarfasanum þínum, uppvextinum, og hvað þú ákveður að gera í næstu skrefunum, það er eitthvað sem mun skila sér aftur til þín. Þannig að gerðu það vel, gerðu það fallega, og mundu að þú uppsker það sem þú sáir. Og við skulum fá smá auka einsýn hér með öðrum spilum. Bara 2 spil viðbót. Takk. Þetta. Svona, takk fyrir. Það aftur verið að benda á, þú uppsker það sem þú sáir, þannig að nýttu tímann þinn vel og lærðu af því sem þú ert að gera. Ekki hika, hafðu trú á sjálfu þér, leyfðu þér að taka stærri skref út fyrir þægjandir á meðan taktu flugið, og hafðu trú á sjálfu þér í því. Það er komið tími á breytingar hjá þér, jákvæða breytingu hjá þér, og sem sagt heppnin er með þér, þannig að þér er óhætt að taka þessar breytingar. Gættu að heiðarleikinn sé alltaf í fyrirrúmi, og mundu leið og þú ferð að gera eitthvað eða taka ákvarðanir út frá hentugleika í staðan fyrir einlægni, eða í staðan fyrir hreinskilni eða heiðarleika, leið og þú þarft eitthvað að hægra eitthvað sannleik, og leið og finnur líka þér sig kannski ekki alveg nóg heiðarlegt í kringum þig, þá skaltu bakka. En núna er tíminn, það er komið tími fyrir þig til þess að framkvæma. Þú ert búið að vera undirbúið, núna komið tími til að framkvæma, og skuldbindu þig svolítið við það sem þú ætlar að gera núna. Af því að það sem þú vökvar það vex, þú uppsker það sem þú sáir. Þannig að það sem þú gerir í dag, það mun skila sér seinna. Og ég ætla að fá í lokin bara eitt spil hér, bara til að taka heim og saman, örstutt skilabóð núna í lok lesturs. Það er hér Intimacy Shadow, það er að segja skuggi nándar, sem í rauninni endurspeglar, það er að segja endurspeglun af ótta okkar við nánd og því að tengjast við aðra. Það
hefur stundum verið svolítið algengt hjá sportdrekum að eiga erfitt með að tengja stöðurum og eiga erfitt með að gefa sig inn í tengingar við aðra því að oft traustið bara svolítið viðkvæmt og það snýst rosa mikið þennan heiðarleika sem verður að vera fyrirrúmi. Þannig að skoðaðu vel og vandlega hjá þér í dag, óttan þinn, hvernig þið líður gagnvart því að hleypa öðrum að þér eða gagnvart því að þú tengir þig við aðra einstaklinga, sérstaklega hvað varðar náin sambönd og bara tilfinningalega nánd almennt. Hlustaðu eftir hvenær það kemur þessi óþægilegu fiðringur, hvenær óttinn kemur inn í lífið þitt og rýndu svolítið vel og vandlega í það og athugaðu hvað það í raun og veru sem að fæla þig frá. En þá ætla ég að segja að þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboð til sönnurétt til þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.